Hannesar saga Grásteins, 10. bók. Hannes veiðikló. Eftir Guðrúnu Kristínu Magnúsdóttur. Hannesar saga Grásteins, 10. bók. Hannes veiðikló. Hannesar saga skrifuð handa ungu lesendunum. Freyjugettir, norræn menning. 10. bók. Hannes veiðikló. Nú fer að vora í fyrsta skipti á að ævi Hannesar Grásteins. Vor, eftir þennan allt of viðburðaríka vetur. Eitthvað undarlegt býr í loftinu. Hlý vorsólin vermir gula mjúka kroppin. Vor. Hannes japlar á grasstrái. Það hreinsar magan að éta gras og æla því svo. Fuglarnir gera sér hreiður hátt upp í trjánum. Fullorðnu fuglarnir skjótast lyftusnögt fram og tilbaka yfir höfði Hannesar. Hannes ætlar nú ekkert að fara að brölta upp í trén á eftir þeim. Það ekki þess virði. Hann ákveður að bíða frekar eftir að þeir detti niður. Hannes sér fugla. Loksins fara svo ungar að tísta. Meiri bísnin sem þeir þurfa að möðkum áður en þeir detta niður úr hreiðrunum. Það eins gott að þeir éta maðka en ekki ketti. Þessir maðkaveiðarar eru svo snöggir og varir sig að ekki nokkur leið að fá þá í leik við sig. Ekki smá veiðileik einu sinni. Ormur handa unga. Undarlegur smekkur að éta maðka. Fuglakjöt nú gómsætara. Oj bara, éta orma. Dag eftir dag, rólegur eins og ljón í hitabylgju, vaktar Hannes fuglana í görðunum. Dag einn bankað hjá okkur. Þar á ferð kona allæst. Eigið þið stóran gulan fresskött? Átt þú gulan kött? Fyrst datt okkur í hug að Hannes hefði orðið fyrir bíl, dottið niður úr tré eða eitthvert slíkt slys hefði hendan. Kattar óféttið drap hálffleigan auðnutilingsunga í garðinu mínum og ekki nóg með það. Foreldrarnir sem ætluðu að bjarga unganum sínum réðust á köttin og kötturinn drap báða foreldrarna. Ungarnir sem eftir eru í hreiðrinu mega nú deyja úr hungri. Kötturinn nú læstur inn í kjallara hjá mér. Ég skil ekkert í fólki að hafa ekki bjöllu á köttunum sínum. Konan í geysilegu uppnámi og skammar mig alla leiðina heim í þvottahúsi sitt. Þar þessi stóri guli Hannes læstur inni. Og sá ætlar nú að komast aftur út í veiðifjörið. Hannes vill ólmur fara aftur út á veiðar. Loksins eru fuglarnir farnir að detta niður úr trjánum. Hann hafði einmitt verið að bíða eftir því í allt sumar. Hann drap fugla. Hannes vill veiða unga. Bjöllu á köttin, þá getur hann ekki læðst að fuglunum, en ekki geta ófleygir ungar neitt freka flogið þótt kettir séu með glamrandi bjöllu. Á kötturinn að fá að fara út aftur? Bjalla. Skömmu síðar lít ég út í garð. Hannes skömmin veiðukló með tístandi þrastarunga í kjaftinu. Öskureið þrastarhjónin steypa sér gargandi yfir köttin hvað eftir annað af mikilli grimmd. Fullorðnu fuglarnir sjá köttin og kunna að varast hann, hvort sem hann með bjöllu eða ekki. En ungarnir eru allt of óreindir og illa fleygir til þess að vara sig. Jafnvel þótt einhver glamrandi bjalla hangi hálsin á kettinum. Ekki dugði þetta ráðið. Hannes nær í unga.
Ég fer út. Hannes nú ekki alveg á því að láta mig eyðileggja veiði ánægjuna fyrir sér. Þegar hann sér mig, stekkur hann yfir grindverkið með tístandi ungan milli tannana. Þrastar foreldrarnir fljúa í humátt og eftir með gargi miklu. Ég rek lestina garð úr garði með ungan. Loksins, eftir töluverðan eltingaleg, tekst mér að ná Hannesi. Þetta lítur að hafa verið spaugilegt, þótt háalvarlegt mál hafi verið að ræða. Unginn virðist óbrotinn, hjartað slær, en hann liggur grafkyrr í grasinu þar sem ég legg hann. Ég tek ungan. Hannes mér sárgramur. Það svo skemmtilegt að veiða. Ég eyðilagði allt. Ég ber hann frá. Skottið á Hannesi gengur fram og aftur og hann reynir að rífa sig lausan. Hannes vill veiða. Þrastarunginn var furðu fljótur að jafna sig. Hannes hafði hvergi bitið hann til blóðs. Hann lá nokkra stund grafkyrr, svo allt í einu flaugandi foreldrana og þau hurfu mér sjónum. Þrestirnir halda áfram að veiða sér maðka. Þeir bíða hreyfingalausir þar til ánamaðkur gæjist upp úr moldinni. Lyftur snöggt læsa þeir beittum sterkum goggi maðkinn svo skerst inn í holdið. Maðkurinn neytir allra sinna krafta til að komast aftur ofan í moldina sína mjúka og raka. Lifandi ormar. Kraftar hans þverra, hann megnar ekki meira gegn þessu ofurefli. Þrösturinn étur hann lifandi. En hver gerir sér öll út af því? Hannes lokaður inni, sviptur frelsinu. Með blóðbragðið í munninum má hann horfa upp á hálffleiga ungana hoppa í garðinu. Aðrir kettir fá að leika lausum hala. Þetta eru daprir sumardagar. Það nú raunan mín heitasta ósk að lausaganga katta verði bönnuð. Þeir murka lífið úr ófleigum ungum sér til skemmtunar. Innikisur eru lausnin. Ég loka Hannes inni. Hannes verður lasinn. Dag eftir dag getur hann ekkert etið. Hann fær uppköst og niðurgang. Augun verða sljó og döpur og hvíta himnan í augnkrókunum nær ekki að opnast. Dýralæknirinn segir að þetta sé kattafár. Fólk getur ekki smitast af því, en kötturinn þarf að fá ró og næði. Hannes lasinn. Því miður eru mjög fáir kettir sem komast yfir þetta kattafár. Mikill vökvi tapast úr líkamanum. Búast má við að Hannes veslist upp og degi. Dagarnir líða hver af öðrum. Hannesi líður óskup illa. Við búum hann við ofnin í þvottahúsinu. Þetta stóra, fallega dýr orðið ritjulegt og þverr táp. Við reynum að fá hann til að lepja mjólk eða vatn. Hann á það nú inni hjá okkur að við séum honum góð þegar hann veikur. En Hannes vill aðeins fá að vera í friði. Honum líður illa. Eftir marga langa daga tekst okkur að koma í hann smá mjólkulögg og örlitlum fiskbita. Smátt og smátt stælist hann á ný. Hannes köttlur ætlar að sigrast á kattafári. Kannski það vegna þess að okkur þykir vænt hann. Þegar einhver elskar mann, langar mann til að lifa. Til eru dýr og fólk sem engum annt. Ást ótrúlega sterkt afl, eins og sjálfur lífsviljinn. Hannes fær bata. Ungarnir í görðunum nú orðnir nokkuð vel fleygir.
Hannes fær á ný að fara út í sólskinnið. Hannes minn, þú ert stórkoslegu köttur. Hannes fer út. Hér enda 10. bók Hannesar sögu Grásteins, 10. bók af 20, Hannes veiðikló. Hannesar saga Grásteins 20 bækur eftir Guðrúnu Kristínu. Fyrsta bók, Branda skottlausa amma Hannesar Grásteins. Önnur bók, Branda Bröndudóttir og synir hennar Hafri og Elri Gúli. Þriðja bók, Hafri fer sér að voða, Elra Gúla leiðist. Fjórða bók, Hannes Grásteinn og Surtabrandur. Fimmta bók, Kettlingunum stólið. Sjötta bók, það eina sem er kátara en kátur kettlingur er kátir kettlingar. Sjöunda bók, Hannes Grásteinn hverfur að heiman. Áttunda bók, Hannes Grásteinn villuköttur á skrifstofu í Vesturbænum. Níunda bók, Surtarbrandur fer sér að voða. 10. bók, Hannes veiðikló. 11. bók, Hefur kötturinn 9 líf? 12. bók, Hannes flytur í nýtt hverfi. 13. bók, Fleiri viðburðir, börn kvekkja Hannes. Hannes kvekkir stara. 14. bók, Milli. 15. bók, Snjótellingaveiðar. 16. bók, Nýji kettlingurinn. 17. bók, Vor í lofti. 18. bók, Hannes fer í sveit. 19. bók, Hvolparnir. 20. bók, Dánartilkynning. Þið munið að Hannesar saga er sanna viðburði á kattarævi. Útgefandi Freyjuketti Norræn menning. Mjá. Hannesar saga Grásteins, 20 skemmtilega bækur, yndisleg, sönn, viðburðarík saga.